það bara ákveðin svona fiðringur sem fer að þegar maður labbar inn á Laugardalsvöllinn og það svona fátt sem toppar það þegar maður íslenskur knattspyrnumaður eða kona þannig að fá að taka þátt í einum svona svokallaða opnunarleik hérna á þessu nýja grasi að mann kýtla bara í tærnar. Já, við erum að fá að heyra hérna smá bút af flutning hjá tónlistarmönnunum Húbba Búbba hljómsveitinni sem er skipuð af Eyþóri Aroni Völler og Kristján Mána Ingasyni fótboltamönnum, báðir tveir. Þeir fengu það hlutverk að semja lag fyrir stelpurnar fyrir EM. Þeir eru að flytja hérna lag sem heitir Stara og þetta eru skemmtilegi drengir. Þá ætlum við að fá að sjá fulltrúar fyrsta landsliði Íslands í knattspyrnu sem að fara mikið núna í þáttum sem að heita Systraslagur sem eru sýndir á RÚV. Við ætlum til þess að ná í fyrsta þáttinn sem að var á sunnudaginn var en hér eru þær heiðraðar. Fyrsta kvennalandsliðið var árið 1981 og hér erum við að sjá fulltrúa þeirra og þær eru hér heiðraðar og vel við hæfi að það verði gert á nýja grasinu hér. En það sem er hins vegar ekki í lagi er hvað það er kalt og mikið rok 3. júní. Þetta er kannski ekki það sem samið var en það eru hér kappklæddar og glæsilegar fulltrúar kvennaknattspyrnunnar og komu þessu öllu saman í gang. Nú hefst annað atriði með Húbba Búbba og þetta er lagið Hæ.
Frábær flutningur hér hjá strákunum í Húba Búba, Eyþór Völler og Kristall Máni Ingason. Sannkallaður listgjörningur hér sem við fáum rétt fyrir leik og já, það var ekki annað að sjá en að þær sem að vera á varamannabekknum hjá báðum liðum væru hrifnar allavega. Vaskur hópur dansar á sömuleiðis með þeim á nýju bláu brautinni. Sjáum eins og að liðin vera að gera sig klár. Byrjunarliðin eitthvað sem stingur í stúf í þessum byrjunarliðum ef við förum bara yfir til dæmis lið Íslands. Nei, svo sem ekki. Þorsteinn hefur verið duglegur að rúlla á liðinu. Þetta er 3 breytingar fyrir leikinn í kvöld hjá íslenska liðinu og kannski að mörgu leyti eðlilegar breytingar. Það er gaman að sjá þessa leikmenn koma inn í kvöld og Guðnýju Dagný og Öglu Maríu. Agla María auðvitað svolítið langt síðan hún hefur mögulega að byrja landsleik þannig að nú er síðasta séns fyrir leikmenn að sýna sig og sanna fyrir stórmótið í sumar sem að auðvitað allar vilja spila. Það held ég og þetta fer allt saman í gang hjá íslenska liðinu 2. júlí þegar liðið byrjar á EM kvenna en það er heilsa hér fyrsta kvennalandsliðinu þær sem að ruddu veginn og áður en lengra er haldið þá ætlum við að fá þjóðsöngva.
Einnig fengum við að hlýða á þjóðsöngvana. Þótti hins vegar lélegt í raun og veru að franski þjóðsöngurinn La Marseillaise fékk ekki að heyrast allur vegna einhverja tæknilegra örðuleika eða mistaka, en fólki verður jú á í messunni, en þetta franska lið mjög öflugt og undir stjórn Laurent Bonadei verið að gera öfluga hluti á þessu ári taplausar, en hér sjáum við íslenska liðið. Þær hafa hins vegar ekki unnið leik síðan 16. júlí og spurning hvort að sigurleikurinn komi loksins í dag. Hér sjáum við lið Íslands í þessum leik og eins og þú kemur inn á, Margrét Lára, þá eru þetta 3 breytingar sem að Þorsteinn gerir. Guðný Árnadóttir kemur inn fyrir Natasja Anasi, Agla María kemur inn fyrir Söndru Maríu Jessen og Dagný Brynjarsdóttir kemur inn á miðjuna fyrir Hildi Antonsdóttur. Og hérna sjáum við síðan varamannabekk Íslands og nóga leikmenn þar sem að geta komið inn og lagt sín lóð á skólarnar. En í franska liðinu þá vantar vissulega nokkur stór nöfn. Verð það hérna helst kannski að nefna Ventin Nard og Eugène Le Sommer. Þær eru samtals með tæplega 400 landsleiki fyrir franska landsliðið, en engu að síður. Þannig að það er úr mörgum leikmönnum og stórkostlegum leikmönnum að velja. En við heilsast Glódís Perla Vigfúsdóttir og Griets Mbok-Bati sem er fyrirliði franska liðsins. Og sjáum hérna í liðinu rætt í stofunni fyrir leik meðal annars Marie-Antoinette Katoto, leikmann Paris Saint-Germain. Og Griets Mbok-Bati er leikmaður Paris Saint-Germain sömuleiðis. Þetta er sterkt lið, Margrét Lára, sem við erum að mæta hér í dag og mikið verið talað um í aðdraganda leiks að Frakkandi nenni ekkert að vera hérna og þær eru bara að hugsa um að komast heim og eitthvað svona. Ég meina, er hugarfar fótboltamannsins einhvern tíma þarna? Nei, ég held nú ekki. Ég held þessi frekar óskikja okkar hinna sem við fylgjumst með að við kannski náum að stríða hann svolítið hér í dag eða kvöld og við gerðum það að vissu leyti, við ögruðum þeim að vissu leyti í síðasta leik út í Frakklandi, en þó ekki nóg. Þetta er náttúrulega bara hörkulið sem að Frakkarnir eru með og þegar Frakkland spila fótboltaleiki þá eru þeir alltaf uppstiltar á frábæran hátt og allavega með 11 góða inna og ekki síður leikmenn á bekknum. Sannarlega leikurinn er komin í gang og það er Ísland sem að byrja með boltan. Talaði við nokkra leikmenn hérna fyrir leik og þær töluðu allan það að tilfinningin að spila á þessu grassi væri bara mjög góð. Þær eru búin að ná hérna, mér skilst 2 æfingum eða eitthvað svoleiðis og það hefur bara gengið nokkuð vel. Þetta er svokallað blendigras. þar sem að það er 3% af vellinum er gervigras en 97% er gras. Og svo er sömuleiðis nýtt vökvunar og hitakerfi undir vellinum, að það verður meiri nýtni í þessum velli en áður. Hér er yngastið fram á við á Karolínu Leu. Alessandra spilur með hratt fram á við. Svindís núna fyrir miðju, var úti vinstra megin. En nú er Agla María komin þangað og Hlín Eiríksdóttir úti hægra megin. Hver heldur að sé pælingin með það, Margrét Lára? Ég held að sé kannski bara sú pæling að það mun eflaust liggja örlítið á okkur og við þurfum að hafa kantmennin okkar eitthvað aftar á vellinum en við viljum kannski hafa þær. Þannig að Svindís er ansi góð í því að vera inn á móti 3-4 leikmennum og búa eitthvað til upp úr engu, þannig að það er ansi gott að hafa Svindís í öftustu línu frakkana. Akkurat það. Hér er Agla María með misjafnaða móttöku. Stígur síðan ekki upp. Svindís nokkuð ein í pressunni þarna. Dagný Brynjarsdóttir komin inn í liðið, spila með West Ham á Englandi. Dagný býr yfir mikilli reynslu og gæðum 116 landsleikir hjá henni. Svindís Jane að spila sinn 50. landsleik hér í dag. Skoraði þeim 12 mörk og skoraði meðal annars í síðasta leik. Hérna Bati með skrýtna sendingu. Svindís kemst fyrir en er ekki að taka bolta með sér. Hérna að sjá Tiniba Samura. Kemur boltanum áfram á Selmu Batja. Selmu Batja leikur með Lyon sem að ótrúlega þess að tóku franska meistaratitilin í ár.
18. titill þeirra. Já, við erum að kvartur að sé lítið spenna í íslenska boltanum tennum. Já, hún töluvert minni í Frakklandi, ég get alveg votta það. Sama að Frakkarnir eiga í smá erfiðleikum með að spila í gegnum pressuna hjá íslenska liðinu. Já, við sjáum að við erum að velja svona okkar pressu augnablík eins og maður segir og þetta er það sem við þurfum svolítið að verða dálítið sérfræðingar í að koma upp á völlin þegar að tækifæri gefast og reyna að vinna boltan hátt á vellinu. Það virðist sem það hendi okkur mjög vel sem liði, þannig að aftur á móti að vera skipulega tilbaka. Fyrstu snertingar María Antoinette Katoto, en Glódís fljót að vinna sig fram fyrir hana á Toletti. Kemur hún út á Selma Batja. Að Kisha Bussi. Franska liðið að færa sig framar á völlin. Glódís kemur út og gerir vel þarna. Hlín nær hins vegar ekki boltanum. Búið að færa Laugardalsvöllinn í raun og veru 8 metra í vesturátt. Það er að segja frá gömlu sýnastúkunni í 8 varamannabekkunum. Hér Hlín Eiríksdóttir með sendingu ætlaði að Svandísi Jane. Hún aðeins og föst. Blásið mikið á höfuðborgarsvæðinu í dag og svona eins og vindáttin akkurat núna, þá Ísland með að spila með vindinum, að sækja í áttina að Þróttaraheimilinu. Þannig að Samúra. Karolína fyrir tæklingu, aukaspyrna dæmt. Svo við Amel Majdri. Leikmann Lyon kom með 78 landsleiki. Reynslumikið leikmaður sem hefur verið hjá Lyon allan sinn atvinnumanna feril, Amel Majdri. Karolína kemur að setja pressu, gerir þetta vel. Og það negla boltana bara út af. Sjáum að boltinn nánast tekur uppeyju í loftinu. Þannig að það greinilega nokkuð kröftugur strekkingur í fangið á frökkunum. Spurning hvort að Ísland á að nýta sér þetta í fyrri hálfleik. Já, við sjáum þau líka bara okkar íslensku stúlkur allar komnar hérna á hægri helming vallarins. Þannig að það verður að færa vel liðið með vindunum og þeim eins og boltinn Svandís með langt innkast. Ingibjörg nær ekki að flikka honum áfram. Og aftur, boltinn beint upp í loft og nær hérna tvívegis að skalla boltan. Selma Batja. Skrítin sending frá Guðrún Árnadóttur. Hann að færa boltan yfir hinum megin. Hér opnast allt. María Antoinette lætur boltan fara hér að Baltimore. Hún hins vegar ekki að taka boltan með sér. Franska liðið núna í fyrsta sinn að komast á síðasta þriðjung með boltan. Þannig að Majdri. Svona erfiðar við að eiga þarna í loftinu, bæði Samúra og Mbok Bati. Ná síðan að spila nokkuð óreitar hérna inn á miðjuna, þarna slittar aðeins, Orléans Jean François. Kemur boltanum fram á við. Og nú Sandy Baltimore komin hérna út vinstra megin, byrjaði hægra megin, hún leikmaður Chelsea, þær eru enski meistarar. Baltimore kemur boltanum fyrir, en þessi bolti fer í gegnum tegin óréttur og út af hinum megin innkast sem Ísland á. Aftur mismunandi sending úr íslensku vörninni og hér
það Baltimore sem að fær boltan. Ræðst á Guðrúnu. Kemur aðstoð þarna frá Hlín. Þær fara hvoru í hana. Tatja. Við spilaði frá okkur hérna. Guðný bakkar aðeins frá Baltimore. Baltimore lyftir boltana þá skemmtilega hérna á Selmu Batja en þá kemur Glódís og svo bara upp. Svolítið einkenni frakkanna þær vilja tvöfalda út á kantunum og eru mjög góðar í því. Sjáum að Baltimore er mjög rólega á boltanum og býður bara eftir hlaupinu utan og sér til þess að geta komið boltan máleiðis og þær komist í ágætlega góða fyrirgefstöður. Batja tekur hornspyrnuna. Reka þær áfram, spurning hvort þetta sé partur af planinu því að þetta tekið stutt síðan allt í einu. Leita ekki út fyrir að vera Salma Batja kemur síðan með sendinguna fyrir en þessi verður ekki fram hjá Dagnýju Brynjarsdóttur sem að stendur þarna á nærsvæðinu. Karolína setur boltan út af. Sjáum að Karolína setur þennan bolta út af en Cecilia ekki ána með að hún vildi fá hann tilbaka. Skil það vel að við þurfum að reyna að halda í boltan eins og við getum. Busi. Og þessi bolti af Katoto og út af. María Antoinette Óta Katoto. Fædd 1998, 26 ára gömul. Bara að spila fyrir PSG á sínum atvinnumannaferli frá árinu 2015. Kom með 37 mörk í 51 landsleik. Mikill markaskorari. Nú kemur Alessandra bara með langa bolta út í hornið en þessi bolti skoppar bara út af. Steini er orðinn svona smá, eða Þorsteinn Halldórsson segir, er orðinn smá óþreyjufullur þarna í boðvagnum hjá íslenska liðinu. Já, og maður veit kannski að við séum kannski frekar að leita í fætur á Karolínu eða Dagnýju á miðjunni. Það er svo mikill vindur að leiðu fyrir að spanga boltum fram að þá er hættu við að þeir bara fara alla leið. Það er akkurat það. Agla kemur með boltan fyrir Sveindís fær hann með bakið í markið, nær ekki að snúa með hann, kemur hún út á Karolínu skot sem að fer að varnarmanni og nei, sem fer beint út af. Þetta var furðuleg ákvörðun. En þetta var nú klárlega verið hornspyrna. Já, svona nánast eins og augljóst og það verður en þetta var fínt spil hjá íslensku stelpunum. Hérna Agla María gerur vel kemurinn á Sveindísi og Sveindís ætlaði svona að pinna boltanni fyrir Karolínu. Mögulega er það hins vegar Mbokbati sem að næði snertingur hérna fyrst. En hvað með það? Sveindís sem að lætur boltan ganga áfram. Alessandra vinnur skallabaráttuna. Hérna er Guðný. Þessi sending í Busi og út af. Það er Ingibjörg. Cecilia, langur bolti fram, þessi fyrir yfir allan bakkan. Þorsteinn biður hann að setja boltan meira út á kantana þegar hún sparkar honum upp. Væntanlega verið að leita að hlaupum frá Öglu Maríu eða Hlín. Hérna er Samúra. Batja. Samúra. Sirot Manin í markinu hjá frökkunum. Leikur með Juventus á Ítalíu.
sem eru ítalski meistarar út allt, þetta franska lið. Jean-François keyrir áfram. Sendingin á Batja. Bannað að skora í miðju Víkingaklappi. Hér er Bussi með boltan inn á teignum. Bussi leggur hann út og þá Toletti með skot og frábær markvarsla hjá Ceciliu Rán og þetta hafa fyrir þessu. Já, heldur betur en virkilega vel varið hjá Ceciliu frá Toletti en þvílíkt skot hjá henni og þetta er það sem Frakkarnir eru svo góður í að fara út í breytina og koma síðan aftur inn í miðjuna og finna leikmann í hvað ég segja, dauðafæri í raun og veru inn í okkar teik. Engin nálægt Toletti þegar hann tekur þetta skot og enginn sem er einu svona íhugað að stíga út á mótinni. Þetta gerir Cecilia mjög vel og þarna erum við hálfsbreytt frá því að lenda 1-0 undir. Hornspyrna sem að Batja tekur öfugum megin. Kemur svona innsvingshorn. Boltinn flöktir svolítið í loftinu, Klódís kemur út og stangar þetta í burtu. Batja kemur þá með sendinguna fyrir. Hér tækifæri fyrir Bussi. Enginn sem að stígur út á mótinni. Setur hann í Guðnýju Árnadóttur og út af. Þriðja hornspyrna Frakka í þessum leik. Já, Frakkarnir eru mikið að sækja þarna á Guðnýju Árnadóttur í hægri bakgrunn hjá okkur og mikið að tvöfalda á hana þannig að við þurfum að stíga við Guðnýju og reyna að loka svolítið á þessi laup og þessar fyrirgæður. Á sama tíma og þessi leikur er í gangi fer fram mikilvægur leikur, það er að segja fyrir okkur Sviss-Noregur í Sviss og þar er Noregur komið yfir 1-0 í hornspyrnan og þeir skallaði þetta frá. Vilderbjörn Rísa kom Noregi yfir á 4. mínútu. Það er vont fyrir íslenska liðið. Þegar ef það verður niðurstaðan að þá skiptir ekki máli hvernig fer hér, þá er Ísland á leiðinni í umspil áframhaldandi veru í A-deild í þjóðadeildinni. En þá ýmislegt þetta er að gerast fyrir kvöld. Samúra færa boltan yfir á Ndongala í hægri bakverðinum. Katoto skæði rangstæð svona þaðan sem að við sitjum en Klódís setur hann bolta bara út af, gengur mjög erfiðlega fyrir íslenska liðið bara hreinlega að ná 2-3 sendingum. Já, við erum í dálítið vandræði þegar við vinnum boltan og við ætlum okkur fullt snemma að mér finnst að einhvern veginn að lúðra honum fram í staðan fyrir að finna bara næsta mann og spila út úr þessum stundum þröngu stöðum því við höfum alveg hæfileikarnir til þess. Og það Karolína aðeins að fara að vanda brotið sín, hún er búin að brjóta tvívegis af sér með þessu broti. Styttist í gult spjald hér, mögulega. Frábærlega að spila þegar Frökkum sem gæslega sundurspila íslensku miðjuna. Ná síðan að færa hann hratt yfir. Það er Batja. Allan tíman í heiminum út í vinstra megin. Kemur með boltan fyrir. En aftur þá eru þessar fyrirgjafir allt of fastar. Það er að lenda fyrir utan vítateig fjærin nánast. Já, mér finnst við svona köflum kannski vera að detta aðeins og aftarlega þar að segja okkar öftustu fjóri og þar að leiðandi miðjan líka og við erum ekki að ná að stíga nægilega hratt upp til að pressa á þær bæði þegar það er að komast í þessar fyrirgjafstöður og miðjumenn eru með boltan. Hér er svo ekki að Sveindís á stað og þetta er staða sem að okkur líka vel. Sveindís með boltan á flegiferð en missar hann aðeins langt frá sér, vel varist þarna hjá Samúra. Mannin. Samúra. Ebok Batí segir, Samúra komið núna hérna út hægra megin.
Sáttu að fá ekki þetta innkast. Boltinn upp í loftið. Og aukaspyrna dæmt á Hlín Eiríksdóttur. Óþarfa brot þarna, Ísland var í þar myndi að vinna boltan. Já, ég sammála því. Við þurfum að vera dálítið skynsamar þegar við erum að komast með þessar góðu stöður. Við erum að ná að pressa þær, við erum að ná að loka þær dálítið inni, að við séum ekki að brjóta af okkur og gefa þeim svona óþarfa aukaspyrnur þannig að þær geti létt á pressunni. Sem að Frakkland á. Þá koma Frakkarnir á flegi fer. Hér Batsa. Kemur hann út af Bussi ræst inn á völlinn, fær hann síðan aftur, Bussi síðan með skot og það fer í bakið á Ingibjörgu Sigurðardóttur. Þetta var hættulegt hjá frökkunum og það alltaf áfram hérna. François kemur nú á Maizri. Og núna fær Glódís boltan, kemur pressa hérna og Glódís setur hann bara beint í fæturnar á Maizri. Hún sér að Katoto aðeins fyrir innan þannig að hún býður með sendinguna, klók þarna. Bussi Dagný nær þessum. Dagný setur hann síðan bara fram á Sveindísi Jane sem hann ekki að taka á mótunum. Já, þarna ætlaði Sveindís svona einhvern veginn eins og hún ætlaði að taka hann með sér í staðan fyrir að bara halda í hann og reyna að bíða eftir að samherjarnir komi aðeins ofar á völlinn. Sveindís alltaf leið tilbaka á Píró Magnín. Sveindís er á pressan, gerir þetta mjög vel. Hlín Eiríksdóttir núna í frábæri tækifæri, kemur hann á Sveindís leggur hann aftur á Hlín. Hlín með skotið, Magnín verður vel. Frakkarnir spila sig síðan bara út úr þessu. Þessi bolti út af og Ísland á þennan bolta. Hættulegasta færi leiksins hingað til. Já, þetta var svolítið tækifærið að manni fannst. Þetta er góð pressa hjá Sveindís og Hlín og þar spila þarna mjög svo góðan þrýðing og þetta er bara gott færi fyrir Hlín Eiríksdóttur en setur hann beint á markvörð Frakka sem það þurfti að hafa alltof lítið fyrir þessu, fyrir mitt leyti. Beint í hendurnar á henni Sveindís með langt innkast. Agla María dæmt brotleg. Hangir hann aðeins utan í Sandy Baltimore. Sveindís í baráttunni og þeir vilja fá hornspyrnuna, fá hins vegar ekki. Það var Agla María Sveindís fær hérna hlaup frá Hlín. Hlín að pótunum áfram. Glódís sem hann ekkert að bíða bóðana, setur bolta bara langt fram og aftur fyrir. Já, mér finnst Glódís full svona... Það var loksins að koma smá jafnvægi á þetta. Já, og óþolinmóð því að hérna Hlín var í yngri stöðu einhvern veginn til að taka á móti boltanum þarna eða vinna þetta návíi sem að hún átti fyrir höndum. Spila stutt út úr þessu Frakkarnir. Sveindís nær hún ekki.
22 mínútur liðnar af þessum fyrri hálfleik. Staðan markalaus. Bæði lið fengið eitt mjög ákjósanlegt færi á haus. Það að segja hvort lið. Toletti með frábært skot úr teignum og svo Hlín Eiríksdóttir hér fyrir örstundu síðan. Sendingin út til vinstri en Guðni kemst inn í þetta. Karolína þarf að laumorma það aftur fyrir á Sveindísi en það gengur ekki. Þéttur pakki inn á miðsvæðinu núna en Frakkarnir spila þessu út. Baltimore gerir þetta vel. Kemur svo með fasta sending út á Ndongala. Ndongala síðan á Katoto með skot en Cecilia Verð. Já, Cecilia var fljót niður þarna en Katoto, það var ansi gott færi sem hún fékk og bara frábært spil hjá frökkunum. Það eru svo hreyfanlegar og svo skemmtilegar. Hvernig eins og Baltimore þarna, hvernig hún losa sig við okkar leikmenn hann inn á miðsvæðinu. Það ein hreyfing og hún búin að losa sig við 2. Cecilia langar bolta fram, Sveindís Jane að fara að ná þessum bolta. Ótrúlega satt. Og missa hann síðan út af. Sveindís mögulega geta bara farið á stað. Keypti átt henni endalínu. Já, það svona skilaboðan sem við myndum alltaf senda Sveindís síðan úr stúkunni að þegar hún fær boltan að keyra með boltan inn teig því þá verður hún töluvert hættulegri en svo má ekki gleyma því að hún stundum búin að taka 100 metra sprett á hún og fær boltan. Þannig að það ekki alltaf orka í fótunum. Það Alexandra sendir hérna mitt á milli Karolínu Leu og Sveindísar. En mér finnst þetta góð pressa í íslenska liðinu. Við erum að pressa Frakkana mjög svo vel á þeirra vallarhelmingi og þegar við komum á þær margar þá þær í vandræðum með að spila út úr því. Vinnur Ísland boltan til við hotfána. Katoto. Svo ætlar hann að finna Baltimore í gegn en það gengur ekki. Jean-François. Ísland áfram í erfiðleikum með að halda boltanum innan liðsins. Of tilviljunarkennt kannski oft á tíðum. Samúra út á Ndongala. Melvin Ndongala að leika sinn annan landsleik fyrir París. Frakkland leikur með París FC. Tvítug, fæddur á 2004. Boltinn mikið verið út af líka sem svona kannski hjálpar ekki tempóinu í þessum leik. Hér annað innkast með stuttu millibili. Skallinn á Dagný Sveindís síðan mætt hana líka. Dagný reynir að hlaupa aftur fyrir. Guðný missir boltan frá sér. Brýtur síðan af sér og fær gult spjald á launum. Já, Guðný. Það svo sem báðar að toga en Guðný rífur hressilega í Baltimore þarna. Ingibjörg fær hann í sig og boltinn síðan út af
hornspyrna sem að Frakkarnir eiga. Mikill tími sem að fer í öll þessi fyrstu leikatriði. Sýnist Frakkarnir ekki ætla að taka þetta stutt. Sem Bratsjá bara skrúaði þetta inn á teiginn með sínu frábæra vinstri fæti. Og svo til svona vegg fyrir fram að Seselius. Seselius kemur eins og bara út og grípur þetta. Og setur hann sig bara hátt fram á Svindisi. Íslenska liðið mjög ósátt við störf dómarana hér til að byrja með. Mikið við að fórna höndum inn á vellinum. Gat ekki séð mikið í þessu tveimur brotum. Agla María núna komin hérna út hægra megin. Hérna Alexandra spila hana fram á við. Sveindís skilur ekkert í þessari sendingu frá Alexandru. Fatsa komin hérna meira miðsvæðis núna og missa boltan út af svo með við fyrsta hálftíman hvort liðið ánægðara með byrjunina á þessum leik heldur. Ég held að íslenska liðið getur verið þokkalega ánægt með byrjunum þessum leik. Frakkarnir hafa ekki komist alls ekki á baki okkur og ekki komist í eina álitlega stöðu að mér finnst og svo höfum við nú skapað okkur færi til að skora mark og ég held að það tellist ágætis hálfleikur hjá íslenska liðinu. Karolína tók skæri og kemur svo að setja hana fyrir. Hún fer af Samúra og út af hornspyrna sem Ísland á. En Frakkarnir hafa náttúrulega verið í dálítið basli við að einhvern veginn á tökum á boltanum, kannski ekki skrítið í þessum vindi. Það eru svo sem ekki vanar honum, þannig að það er spurning hvernig síðari hálfleikurinn verður, hvort það ná að hemja boltan betur með vindinum. Það er fróðlegt að sjá. Dagný er þarna að benda á eitthvað sem að betur mætti fara inn í vítateignum og það er þarna einhverja deilur hornið er samt tekið. Það var í raun og veru enginn að fylgjast með þegar hornspyrnan kom inn í teiginn og í staðinn þá refsa Frakkarnir og hér er Endon Gala að keyra í áttina að teignum. Það er eins og fáar hvítar treyjur komnar fram á við. Hér ætlar franski dómarinn, hér ætlar sig albanski dómarinn að flauta en hætti síðan við. Nei, mér finnst nú kannski líka íslenska liðið með einbeita sig kannski meira bara að því að spila leikinn. Karolína var að taka hornspyrnu og íslensku stelpunirinn teig voru bara ekki vel og voru bara ekki með á nótunum. Leyfa dómarinn bara dæma leikinn og við einbeitum okkar. Það er akkurat málið. Þetta er það árangursríkast. Hér er Salma Batsa að koma sendingunni fyrir og Dagný Brynjarsdóttir er þarna á réttum stað þar sem að bolti kemur og sparkar honum í burtu. Katoto slótist til varnar. Katoto kemur honum fyrir. Ingeborg sparkar honum út af.
Baltimore. Sendi ekki fyrir og Katoto á ferðinni þarna en Cecilia á undan. Vel gert hjá Cecilia að grípa inn í þennan bolta. Þetta var frábær sendingi á Baltimore og Katoto var svo sannarlega að klári að taka við þessum. Svendís. Og heyrðist mér pirringurinn af vellinum vera líka að flytja sig upp í stúku og í Bóðvang og annað. Ég hef allavega sagt það fullu fetum að ég hef séð marga verðdæmdaleiki. Það nokkuð ljóst. Hér Agla María með boltan. Agla María tekur bara skotið og þetta ekki galið. Ísland hefur nú ekki nema rétt rúmar 12 mínútur, rétt tæpar 12 mínútur segi ég til þess að nýta þennan meðvind. Það er alltaf að nýta hann í þessum fyrri hálfleik. Já, örugglega fyrsta skotið sem við höfum í þessum leik utan af velli, þannig að fínasta hugmynd hjá Aglu Maríu þarna. Sendinguna fram að við, Dagný í baráttunni og hér búið að dæma brot á Toaletti. Dagný var þetta bara aðeins á undan í boltan sýndist mér. Já, virkilega vel gert hjá Dagný og þarna kemur svona í seinni pressunni þegar okkar fremstu leikmenn eru búin að vera að pressa á öftustu línu frakkana og þetta er svo mikilvægt að við fylgjum allar og séum saman í þessu og líka þeir sem eru aftar á vellinu séu svona tilbúinir að stela boltanum þegar að sendingar frakkana er að klikka. Klart mál. Það er tilfinningunni að Karolína muni reyna að skjóta þessu. Þannig að gera nýta vindin. Já. Karolína skoraði í 3-2 tapi Frakklands með skotið úr aukaspyrnu. Það var nú bara svipuðum slóðum. Hér tekur hún skotið og frábært skot og fyrir fyrsta bolta var Glódís Perla og þetta er ekki rangstaða. Þetta er ekki rangstaða. Glódís Perla setur boltan í hliðarnetið. Manjan gerir vel í að verja en boltin er beint út í teginn. Glódís Perla færi einfaldlega ekki betra færi og þeir eru með 4, 5, 6 íslenska treyjur inn í teg. Þetta var sannkallað dauða færi. Já, ég held við fáum ekki betri færi en þetta, Gunnar. Frábær aukaspyrna og Karolínu dettur beint fyrir framan markvörð Frakka sem ræður ekki við skotið og Glódís Perla óheppin. Sett hann eiginlega á eina staðinn sem átti ekki að setja hann og það var hann nær. Já, sannarlega. Gerði dómarinn smá mistök, benti í vitlausa átt þegar hann var að dæma í aukaspyrnu. Karolína skoraði líka þrennu í 3-3 jafntefli gegn Sviss. Saman Glódís lúrir hérna aftur á fjárstönginu. Karolína, frábær bolti inn í teig og Manjan slæðir þennan bolta yfir. Frábær spyrna á Karolínu liðu. Sparkviss með eindæmum. Já, kann að nota vindinn, eitthvað sem að Frakkarnir hafa kannski ekki náð að nýta sér í þessum fyrri hálfleik. Akkurat. Boltið dettur bara undir þverslána og Manjan er ekki að taka neinar áhættur.
Það eru ósáttar við Sveindísi Jane þarna inn á marktegnum. Kemur Karolína Leo og tekur út svingshorn með hægri fæti. Kemur fyrir og hér best boltinn á fjársvæðið en Alessandra nær ekki að taka boltan í fyrstu snertingu. Fær boltan einhvern veginn í lærið og missar hann frá sér. Óheppin þarna Alessandra. Frakkarnir ná þá að halda í boltan. Sendingin inn í teginn. Þar er það Hródís Perla. Maisri. Ndongala komin aftur út í hægri bakvörðinn. Frakkarnir gera vel hérna, halda boltanum á litlu svæði út í hægri megin. Ndongala. Toletti síðan með fyrirgjöfina. Og síðan búið að dæma brot á Jean-François. Takk fyrir að spila úr þessari aukaspyrnu. Alessandra. Skallin inn fyrir frá Karolínu Leo. Sveindís nær að hlaupa hérna aftur fyrir Samúra. En þess að ekki að komast fram hjá henni. Mínútur eftir af fyrri hálfleik. Sveindís, langt innkast. Þetta er sem fyrir Ingibjörgu Sigurðardóttur sem lyftir honum bara inn á teig og það er Hlín í baráttunni. Hún ætlar hann að koma honum aftur fyrir en þetta er hornspyrna. Ísland svona aðeins að ógna meira og meira. Já, bara íslenska liðið verið að mér finnst töluvert betra Gunnar síðan þú spurði mig hvort liðið væri mögulega ánægðara með fyrri hálfleikinn og ég held að sé án efa íslenska liðið það sem af er. Það sé nokkuð ljóst. Og sérstaklega síðustu 10 mínúturnar. Fengið slatta að færi með mitt síðustu 10 mínúturnar. Besta færi kannski sem að koma eftir aukaspyrnu Karolínu Leo þegar Klódís sett hann í hliðarnetið. Sendingin inn í teginn, Mannian gerir vel þarna. Það er síðan smá högg á síðuna. Dagný með langa settingu fram. Sveindís, þessi bolti virðist að vera farin út af. Þó að Sveindís sé ekki sammálaði. Sjáum þetta hérna aftur. Þetta er ansi tæft. Mjög tæft í það minnsta, en aðstæðardómarinn virðist að hafa séð þetta. Hann segir hvað þetta er vel gert hjá Sveindís. Hún eldir alla bolta alveg upp að endalínu og gefur frönsku varnarmönnum engan frið.
Baltimore. Enginn sem mætir henni. Baltimore hótar skotinu. Batja hins vegar nærðum ekki og þennan bolta á Ísland. Jean-François Dongala aftur, fín pressa hjá íslenska liðinu og hælspyrna sem endar út af og Sveindís kölluð til og langur bolti inn í frá henni. Alveg ekki miklu bætt við hérna í fyrri hálfleik. Staðið fyrir langt innkast að þá þetta tekið stutt og allt í einu þá franska liðið komið í skyndisóknina hinum megin. Hér Pussy og frábærlega gert hjá Baltimore. Pussy leggur hann fyrir sig. Cecilia Ver beint á Cecilia þarna. Já, hérna hér. Já, Pussy. Það hefði verið svakalegt að fá þessu mark þarna úr fyrstu leikadri hinum megin á vellinum. þar sem bara enginn var tengd, virtist vera annað skipti í leiknum sem þetta gerist. Já, ég get ímyndað mér að Þorsteinn Halldórsson hefði orðið alveg brjálaður yfir því að vera búinn að setja uppstilt fast leikadrið þar sem að Sveindís er vön að kasta löngum og það hefði endað með marki Frakka. En Pussy, þetta var algjört dauðafæri og Baltimore þvílík tækni sem þessi stúlka býr yfir. Frábærlega gert, sendingin inn fyrir geggjuð, sendingin fyrir Guðrún alein. En það er stutt á milli í þessu, ef við gleymum okkur í örskamma stund að þá geta Frakkarnir refsa svo sannarlega, þannig að við þurfum að vera á tánum. Já, þetta tók ekki langa tíma fyrir þær að brokka fram völlinn og koma sér í dauðafæri. Sendingin á Pussy. Heldur að minna á. Uppbótartíminn 1 mínúta að áhafni, the time is 1 minute. Mögulega síðast að tækifæri Íslands til þess að skora. Agla María getur komið á ferðinni. Agla María leggur hann á Sveindísi Jane. Sveindís Jane fyrir bara strax að skota, en frábær markvarsla á Pírotmannin. Aftur er hún að verja vel skotin frá íslensku liðinu. Já, aftur er hún að verja feikilega vel og virkilega vel spila hjá Öglu Maríu og Sveindís var þarna viktin í sendingunni hjá Öglu Maríu, frábær. Sveindís tekur bara snögt skot með vinstri en Fínasta tilraun. Fínasta tilraun. Hér vantarlega rennur leiktíminn út í fyrri hálfleik. Og þar með lýkur fyrri hálfleiknum. Dró til tíðinda svona eftir 20 mínútur eða svo. Toletti fékk fyrsta færi leiksins og svo var það aukaspyrna Karolínu Leu sem að varinn, en svo var það Glódís sem mætti frákastuð. Eftir það þá byrjaði eiginlega bara orrahríð frá íslenska liðinu en inn vildi boltinn ekki og staðan í hálfleik hér í Laugardalnum er Ísland 0, Frakkland 0. Helga, Edda og Albert taka við eftir örstuttar auglýsingar. En fyrst ætlum við að fá viðtal afsakið við leikmann íslenska liðsins. Já, takk fyrir þetta Gunni. Staðan er markarlaus í leikhléi. Cecilia Rán Rúnarsdóttir, markvörður Íslands, er á leiðinni hérna til mín. Virkaði oft eins og hún væri yfir 2 metra í þessum fyrri hálfleik. Hæ Cecilia, hvernig er bara tilfinningin eftir þennan fyrri hálfleik? Bara fín. Mér finnst að við hefum átt að nýta betur að vera með vindi en við kunnum að spila á móti vindi, þannig að vonandi bara gerum við það í seinni hálfleik. Þið markverðirnir áttu svolítið svona ykkar augnablik í þessum fyrri hálfleik og björguðu ykkar liðum alveg nokkur sinnum.
Já, við þurfum bara að fara að klára færin okkar. Heldur það að koma í síðari hálfleik? Vonandi. Áttu von á einhverjum breytingum, eitthvað sem þið viljið gera öðruvísi annað en að einmitt klára þessu færi? Já, við spilum náttúrulega öðruvísi á móti vind og með vindi. Það var erfitt að reyna að ná honum löngu með vindi því hann fór bara allt of langt, þannig að vonandi náum við að setja Sveins aðeins betur í gegn og halda betur í boltann. Og já, náttúrulega erfitt að senda langan á móti vindi en við kunnum að gera það. Gangi ykkur vel. Takk fyrir. Já, sagði Sesselja Rán Rúnarsdóttir, við ætlum að taka okkur örstutt hlé áður en svo þau Helga Margrét Adda og Albert greina þennan fyrri hálfleik fyrir okkur. Reik spólar fram úr henni, Sveindís kemur hérna inn á teiginn, Sveindís núna með dauðafæri fyrir hann sem komar fyrir hann. Áfram Ísland, hvar sem í heiminum. Icelandair. Vegabréfaleikurinn kominn í gang og þú fær glaðning með hverjum stimpli hjá okkur í sumar. Enn einn vegabréf. Betra með Pepsi Max. Við vorum að fóta staðinn rétt í þessu. Viðburðurinn hefst klukkan 3 í dag og við bara hvetjum fólk að fylgja þessu. Hvað heldur þú? Alrafmagnaður Kia EV3. Bíll ársins 2025. Komdu og reynsluaktu. Askja. Gott bragð til að bæta heilsuna. Better you. Já, við hefðum kannski átt að sleppa því að merkja allar þessar vörur og hafa bara eitt stórt skilti hérna. Allt ódýrt. Bónus. Bílalán á 5 mínútum. Arion. Verkfæri, vinnufatnaður, öryggisvörur og allt fyrir iðnaðinn í Rubix. Rubix, Dalvegi. Það opið á nóttinni, í mjóddinni. Ég reyndar á Granda núna, en það að koma bíll að sækja mig. Þú getur grillað með eitt kaldan. Þú getur grillað hvar sem SS grillkjöt hvar og hvenar sem Nú aukum við samkeppni í húsnæðislánum. Auður býður upp á hagstæð húsnæðislán. Við viljum hjálpa þér að eignast meira í heimilinu þínu því sannur auður verður til innan veggja heimilisins. Gerum þitt heimili meira að þínu. Auður heima. Við
Undirbúum fólk fyrir draumastörfum. Veldu spennandi grunnnám sem veitir aðgang að atvinnulífi og öflugu framhaldsnámi allan heim. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands. Já, markalaust í hálfleik hér á nýjum Laugardalsvelli. Ísland 0, Frakkland 0. Já, Adda og Albert, þessi fyrri hálfleikur, seinni hlutin, getum við ekki bara sagt að við séum nokkuð sátt með hann? Jú, við náðum nokkrum góðum tilraunum í lokin og bara leikurinn spilast svona eins og við bjuggumst við. Þannig að auðvitað hefur við viljað nýta kannski aðeins meira vindinn sem við fengum í bakið þegar við lágum aðeins á og fengum ágætis áhlaupaðar, sérstaklega í pressunni. Ég sammála því, svona okkar helstu stöður og færa að koma út frá pressunni og þetta veðri að mikil áhrif á leikinn, það get ekki lyft yfir okkar pressu. Sjáum hérna sennilega besta færi leiksins þar sem að boltinn berst til Glódísar Perlu eftir aukaspyrnu frá Karolínu. Það þurfti ekki mikið til þess að þessi hefði nú endað inn, hvort sem að Glódís hefði gert það eða einhver af hinum sem að voru komnir þarna. Já, það keyra strax 4 inn og Glódís færa kannski svona heldur fast til sín tilbaka. En eins og við höfum oft rætt föstu leikatriðin góð, þarna var svo færi frá Sveindísi Jane þar sem að Agla María átti bara mjög góða sendingu hér inn á hana. Þessi hefði alveg mátt enda inni. Já, og bara, eins og sé, flest færin á að koma eftir að við höfum unni boltan eftir fyrstu pressu, þannig að svekkjandi hafi ekki nýtt eitthvað af þeim, en það er erfitt að spila með vindin svona rosalega móti sér. Og þetta færi sem við sáum Sveindísi fá hana, þetta er svæði sem getur komist í, það hafa verið í Brasi, Dongala og Bathi á hægri hlið og öftustu fjórum í franska liðinu og þetta er svæði sem maður sækir meira í seinni. Ef við förum svo hinum einn á völlin þar sem að frakkarnir voru sömuleiðis að fá færi, þá var Cecilia Rúnarsdóttir hins vegar að standa vel í markinu og þessi varsla náttúrulega frábær. Hún er frábær, það er eins og hún hafi mitt stekka nokkra sentimetra, þetta er virkilega vel gert, hún er komin inn í teig og bara þetta sjónarhorn til hún er að slá hann, bara frábært og Cecilia eiga annan góðan leikinn, allavega enn sem komið auðvitað bara hálfleikur en sáum hann líka mútið Noregi sem hún átti frábæran leik fyrir utan markið sem að þær skora, þannig að hún er að halda okkur inn í þessu. Heldur betur og bara sýnta líka í þessu leik og mútið Noregi hvað hún er með hvað stór karakter, hún gerir náttúrulega slæm mistök á móti Sviss og varði samt nokkur sem vel eftir þá og kom til sína næstu 2 leiki og hún er búin að halda okkur svolítið að floti í þessu leik. Algjörlega, það fer bara styttast í að seinni hálfleikurinn hefjist, vonandi fáum við einhver mörk þar, 4 og 3 ef að ykkar spár rætast, sjáum hvað gerist ekki farnat. Þú veist, þetta er ekki Hydrate, þetta er kreatín. Já, þetta er kreatín frá Happy Hydrate. Þú getur meira með Bodylab. Topform.is. Harðparkett, teppi, loft, flísar, parki, Dalvegi. Tilveruna, muna. Hvern langar þig að hitta í dag? Pennin Eymundsson. Sumarið er komið og nú færðu 30% afslátt af öllum pólóbólum og stuttbuxum. Findu þínar uppáhalds hjá okkur. Dressmann. Afmælishátíð í öllum verslunum Ylva. 20–30% afsláttur af öllum vörum og sérvaldar afmælisbombur.
Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup. Rándýrt heimanett. Ódýrt. Hringdu. Það eru dínudagar í Vók. Hugmyndin þægindi er því hagkvæmari en oft áður og nú mjög þægilegt verð á dínunum okkar. Vók fyrir heimilið. Við einföldum fagfólki lífið. Bíkó. Gerum þetta saman. Hvað ætli ég að verða þegar ég verð stór? Vá, má hringi vina. Ég hefði aldrei farið í háskóla ef ég hefði mist mig í því hvað ég ætla að verða þegar ég er stór. Ég var fyrst í fjölskyldunni til þess að fara þessa leið, þannig að ég var eiginlega bara mín eigin fyrirmynd. Námið hefur klálega bara hjálpað mér að fatta hvað ég vill gera með lífið og bara hvað ég hef áhuga á og hvert ég vil stefna. Lífið er til þess að njóta þess. Sjóvá. Tryggjum fleiri gæðastundir. Reik spólar fram úr henni, Sveindís kemur hérna inn á teiginn. Sveindís núna með dauðafæri fyrir hann sem komar fyrir. Áfram Ísland, hvar sem í heiminum. Icelandair. Vegabréfaleikurinn kominn í gang og þú fær glaðning með hverjum stimpli hjá okkur í sumar. N1 vegabréf. Komið sælir aftur, kæru áhorfendur, seinni hálfleikurinn í þann mynd að hefjast hjá okkur á Laugardalsvelli. Þar sem að Ísland og Frakkland mætast í lokaleik þjóðadeildar Evrópu. A-riðli eða A-deild öllu heldur. Staðan í hálfleik er 0-0. Tölfræðin úr fyrri hálfleik er nú nokkuð afgerandi Frakklandi í vil, 79% með boltan, 21% Ísland með boltan. En allur seinni hálfleikurinn framundan. Nóg á fjöri. Og engar breytingar gerðar á liðunum í hálfleik. Hvort að það sé stutt í þær hjá íslenska liðinu, en það er hins vegar náð að skapa sér startafærum, eru með 0,7 í þessu svokallaða XG eða vænt mörk. Guðni að vinna boltan. Frakkland með 0,4 í XG. Glódís að vinna sig fram fyrir Katoto. Smá hnúa fram á, Alexander reynir að koma hann fram á við. Alexander síðan dæmt brotleg. Núna spilar Ísland á móti vindinum áttina að Laugardalslauginni. Breytir það miklu, Margrét Lára? Kannski breytir því einna mest að það er oft erfiðara kannski að losa fyrstu pressu, svona eins og Frakkarnir voru að lenda í vandræðum með okkur í fyrri hálfleiknum, en aftur á móti þegar við erum komnar ofar völlinn að það er oft auðveldara að setja boltan til dæmis aftur fyrir vörn Frakkarna sem að þá er boltin ekki að þjóta eins hratt áfram og auðvitað fyrir okkar leikmenn að ná til hans, þannig að það er svona kostur að galla við þetta. Það er það.
En okkar dömur, þær eru vanar öllu. Ættu að vera það. Það var Karolína Lea. Og Sveindís fær aftur fyrir sig þannig. Hér tækifæri fyrir Bussi. Katoto. Katoto fær að snúa þetta, tekur langan snúning. Og reynar að fá aðeins meiri breidd á völlin með því að halda Ndongala hérna vel út í hægra megin. Viljum væntanlega að fá hraða færslu yfir hinum megin. Já, þetta sáum við svolítið í fyrirleikunum tjáðum að þær héldu vængmenninu sinni vel út í breiddinni og svona hægðarspilinu og svo allt í einu kom langur bolti yfir og þá voru þær búin að búa til einn og einn stöðu út á vængnum. Akkurat fær Ndongala boltan. Ndongala gerir frábælega hérna og setur hann síðan út á Maitri. Maitri með boltan núna. Guðný til varnar. Maitri kemur boltanum fyrir og þessi dettur á þverslanu og niður. Cecilia grípur hann. Sjáum hérna, boltinn dettur ofan á þverslana og mikil mildi að þarna skuli ekki fara verr. Fram á Sveindísi en þarna Samúra ekki í neinum vandræðum. Bati, Toletti. Maitri Baltimore síðan með sendinguna fyrir en Cecilia kemur úr markinu og grípur hann. Það er bara 50 mínútur liðnar af leiknum hér í Laugardalnum og staðan markalaus. Ísland 0, Frakkland 0. Síðustu leikur liðana í Þjóðadeild Evrópu. Og einn leikur í gangi á sama tíma og þar er Noregur 1-0 yfir með marki frá Wildebø Riise eftir 4 mínútur gegn Sviss í Sviss. Og staðan fyrir þennan leik var þannig að við skulduðum 1 stig á Noreg sem eru þá núna 4 stigum á undan okkur. Það er alltaf heldur 3 stigum undan okkur en hvað er það? Hér er það Manin. Þriðja sætið í þessum riðli 2 í A-deildinni fer í þetta umspill. Og meðan á næsta sæti fellur niður í B-deild. Klótis mikilvægt að halda sig í A-deild upp á auka möguleika á að komast á heimsmeistaramót. Hér er það Ndongala. Keyrir fram hjá Guðrúnu. Ndongala ennþá með boltan, kemur ekki með hann fyrir. Leggur hann síðan út í teginn. Frábærlega spilið af frökkunum en sendingin aðeins og einulega frá Maitri. Ndongala leita mikið hérna út til hægri núna. Ndongala með boltan, Guðrún til varnar. Katoto leita bara sendingu einhvert út í teginn og snerta boltan hérna ansi oft inn í teignum og reyna síðan að færa niður á fjær og hér hjólhesta spilna
sem að fer fram hjá markinu, fínast tilraun hjá Bussi þarna. Já, skemmtileg tilraun hjá Bussi en frakkarnir eru tölvöld meira með bolta núna og við verum að passa okkur að við þurfum að einhvern veginn að reyna að koma okkur í náinn við þær til að vinna boltan af þeim því að þær eru ansi lungnar með að spila sig í gegnum okkur og vonandi fattar það ekki að skjóta markið því að þær eru næstu komnar inn í okkar eigin markið. Heldur betur. Misjöfnum sending tilbaka, Karolína reynir þarna að elta uppi Jean-François sem setur boltan í Karolínu út af. Og aftur á móti verðum við að reyna að finna okkar augnablik til að stíga örlítið ofar því að það er okkar einkennismerki, það er þessi press okkar og við verðum að passa það að við séum ekki að falla of aftarlega. Já, með sér þennan bolt út af. Samura. Dacia. Sendingin út á Ndongala. Ndongala inn í teginn. Ndongala ennþá með hann. 8 leikmenn á Íslandi inn í vítateig, 9 núna og nú eru allir 10 leikmenn inn í vítateig Íslands stundarsakir. Sveindís ein þarna frammi. Býður á þetta. Baltimore. Katoto, hún er ekki að taka niður. Jean-François með skot fram hjá markinu. Frakkarnir liggja á íslenska liðinu akkurat núna. Já, þau liggja svolítið á okkur og þarna komum við þetta skot sem að ég er svona persónulega búin að biðja svolítið eftir að þær finni þessi svæði svona fyrir fram að vörðin okkar og geti komið sér í þessar áreiðlegu skotstöður. Þannig að, eins og segi, við verðum að stíga ofar og pressa betur á þær og láta þær hafa aðeins meiri fyrir hlutunum. Hér er Sveindís. Sveindís. Það er ekki að taka hann með sér. Baltimore. Þá Ndongala. Sendi gætlu Katoto sem að gengur ekki upp. Alessandra kýlir hann fram. 10 mínútur liðnar af seinni hálfleik. Ísland lítið sem ekkert fengið að snerta boltan í seinni hálfleiknum. Já, við þurfum að standast svolítið þetta áhlaup frakkarna og vinna okkur svona hægt og rólega aftur inn og fara að reyna að halda svolítið í boltan og hreyfa boltan, láta boltan vinna svolítið fyrir okkur og hvíla okkur á honum. Við þurfum að gera það líka inn á milli. Það er akkurat málið. Alessandra. Ingibjörg hérna með missunnaða sendingu mitt á milli Dagnýjar og Sveindísar. Það er Baltimore. Baltimore kemur á ferðinni. Hvað það segja aðeins inn á völlinn. Lítið svæði til að vinna með hér en það er íslensku eru lengi að mæta mönnunum sínum. Þarna myndast pláss fyrir Maestri, Ndongala og Agla Maria þarf að setja þennan bolta bara í burtu. Toletti. Toletti ætlar að lauma honum inn fyrir enginn í þessu hlaupi.
er sendingin á miðvörðin Samúra. Hún gengur ekki upp. Jean-François færum boltan aftur. Hótar skotinu, kemur nú á Baltimore. Baltimore lætur hann ganga áfram að Ndongala. Ndongala með skot og þetta er hornspyrna. Nei, þetta er markspyrna öllu heldur. Já, hann sjáðu hvað þeir eru að komast opbúrslega nálægt markinu okkur og alveg næstu inn í markteig þegar þeir eru að skjóta markið og við verðum að eins og segi, stíga ofar á þær og mæta þeim fyrir því að þetta er mjög hættulegu leikur að spila gegn eins góðu lið og Frakkarnir eru. Ndongala. Við þurfum svolítið kannski í uppspilinu að reyna að velja okkur svolítið helming að fara annarkvort hægra megin eða vinstra megin og þá sjáum við Karolínu og Sveindísi nálægt hver annari og mögulega Dagný að koma svona hugmóta eftir þannig að við séum svolítið margar á því svæði sem við erum að reyna að vinna okkur upp völlin á. Þannig séum ekki alltaf svona ein og ein eitthvað að brasast, það er erfitt. María, það verður verið aðeins að íhuga hvort þetta hlúa eitthvað að Karolínu Löfven, hún stóð upp einu óstudd. Þannig Brynjarsdóttir dæmd brotleg þarna. Ingibjörg þarna í smá vandræðum. Þetta er Sveindís. Þá Karolína þarf að koma boltanum inn fyrir á Öglumaríu. Þessi bolti þurfti að fara aðeins framar. Já, en nefnilega ef við komumst yfir fyrstu pressu Frakkanna, það var fullt af svæðum til að fá boltan í. Þær eru að reyna í raun að vera maður og mann hérna fremst á vellinum. Mæsli. Baltimore með keggjaða hreyfingu og keyrir síðan bara í áttina að teignum, tekur síðan bara skotið en Klódís kemur út og mætir því. Ísland reynir að létta aðeins á þessari þungu pressu sóknarlega frá frökkunum. En aftur eru þær mættar. Jean-François. Baltimore dregur sig inn á völlin eins og Pussy vinstramegin, kantmennirnir tveir til þess að ýta bakvörðunum framar og þá eru þeir raun og veru með stundum 5-manna línu hérna fremst. Frakkarnir byggja raun og veru upp stundum 2, 3, 5 og tvöföld skipting á leiðinni hjá íslenska liðinu. Sýnist þetta að vera Hildur Antonsdóttir og Sandra María Jessen. Það er að þeim sem að byrjuðu leikinn gegn Noregi og eflaust eru það Dagný Brynjarsdóttir og Agla María sem eru að koma út af. Nei, það er Alessandra Jóhannsdóttir sem að kemur út af fyrir Hildi Antonsdóttur og svo er það Agla María sem að kemur út af fyrir Sandra María Jessen. Sandra María kom vel inn í þetta í síðasta leik gegn Noregi sem svona framherji sem að gat svolítið haldið í boltan og var stór og mikilvægur þáttur í því að Ísland skoraði
markið sitt. Það er hún á frábæra snertingu tilbaka á Karolínu Levu sem hann er að færa boltan út á Sveitísi. Hér er allar 3 mættar. Já, báði þessi leikmenn Hildur og Sandra mjög kraftmikli leikmenn og geta gefið okkur mikla orku núna inn í seinni hálfleikinn. Það eru mjög góðar varnarlega og góði pressu leikmenn, þannig að vonandi koma þær með svona auka orku inn í leikinn sem að kannski liðin þarfnast á þessum tímapunkti. Hér er innkast sem að Frakkarnir eiga. Nasri tilbaka á Samúra. Þá er Melvin Malard að koma inn á hjá Frökkunum. Leikmann Manchester United á Englandi. Bussi neglir boltanum fyrir. Boltan af Glódísu og út af hornspyrna sem að Frakkarnir eiga. Hótaði að taka þetta stutt þarna. Melvin Malard, 24 ára gömul, 26 landsleikir, 6 mörk. Var hjá Lyon þar til á síðasta ári þegar hún færði sig yfir til Manchester United á Englandi. Og það er Kessia Bussi sem að kemur út af fyrir hana. Fynda hótt Frakkana. Það er tekið innarlega og þessi bolti fer bara í hliðanettið. Þannig að Cecilia spilaði þessu stutt hérna. Svo langur bolti fram. Nokkuð þekkt stef. Svo er það Karolína var hann að koma mjög framalega. Það gerir Sandra María vel. Þingar hann að erfiða sendingu. Það sé hann boltan hér. Ekkert nema boltan segir dómarinn. Baltimore kemur hérna inn á völlinn. Katoto með Ingibjörgu Sigurðardóttur til varnar og Ingibjörg ítir honum út af. Og þetta er önnur hornspyrna. Já, góður varnarleikur hjá Ingibjörgur þarna. Svona er í skrokknum á Katoto, þannig að hún nær ekki að athafna sig þannig að hún geti komist í ykkur jafnvægi að markinu okkar. Það er Sandra Baltimore með hornið. Það fer út af. Já, ég held að Frakkarnir séu ekkert sérstaklega stoltir af sér fyrir fyrstu leikatriðin sín í dag, allavega ekki það sem af er. Þeir hafa verið í bölvuðum vandræðum með þau. Lítið kom út við. Karolína skallar hann áfram. Svendís á Karolínu. Það sem eru orka í Frökkunum núna. Hérna að Melvin Malard nýkomin inn á. Batja býður eftir hlaupinu. Malard hleypir bara þarna út fyrir og gerir þetta mjög vel. Og hér Jean-François nær boltanum frá Dagnýju Brynjarsdóttur. Malard rennst aftur til allu, fer fram hjá Guðnýju, missir hins vegar boltan frá sér og markspyrna sem Ísland á. Já, aftur þarna eru íslensku stelpurnar gera vel einn og einn varnarlega, eru rólegar, standi fæturnar og bíða eftir að þær frönsku geri í raun og veru mistökin sem þarf og þarna gerir Guðný
vel, Ingibjörg gerði vel áðan og þessi ber að hrósa virkilega. Ingibjörg. Malard. Guðni skallar þetta aftur út í hættusvæðið. Ingibjörg sparkar þessu í burtu. Hlín hittir boltan ekki nægilega vel hérna Hlín. Malard. Býður til hlaupinu, það kemur hér. Batsa kemur sér með fastan bolta fyrir en sparkaði þessu aftur fyrir. Glódís gerir það. Já, við sjáum það að frakkarnir eru herðartökin. Þær eru að komast örlítið aftur fyrir okkur núna og við þurfum að standast þessa pressu heldur betur. Já. Ef ekki á enda illa. Innarlega og þessi bolti fer bara í gegnum alla þvöguna og rétt aftur fyrir þessi strauk fjarstöngina sveimi þá. Sjáum þetta aftur, það er búið þetta til pakka á nærsvæðinu. Það má bara engum muna að þessi bolti skrúist inn á fjärstönginni. Já, þetta er frábær bolti á Toletti þarna og Cecilia var ekki með þennan. Nei, þetta vantar bara eina litla snertingu. Það voru frakkar komnir yfir. Svendís sparkar boltana bara á Katoto kemur hérna inn í teginn, missir boltan óvænt frá sér og vel varist þarna hjá Hildi Andónsdóttur en einstaklega skrítin sending hjá Sveindísi Jane. Missir þarna fæturnar aðeins og situr eftir. Já, þarna hefði ekki heldur betur geta farið illa ef að Hildur hefði ekki komið þarna og bjargað þessi svona frábærlega vel. Hildur hefur hann spilað sem 25. landsleik, leikur með Madridarliðinu á Spáni. Madrid. Þannig að Hildur að vinna boltan. Karolína bíður. Núna kemur aðstæðan loksins Hlín á ferðinni. Nó pláss hérna hinum megin á vellinum. Guðni fær hann. Guðni kemur hann fyrir. Sveindís hérna í baráttunni. Sandra María leggur hann fyrir sig. Sandra María fellur við. Karolína Lea með skot. Það finnir þess að ríður markið. Já, feikilega flott sókn hjá íslenska liðinu þarna. Og samspil þeirra Hlínar og Guðni út á kantinu var mjög vel gert en Karolína kannski óopin með skotið en ég hefði kannski viljað sjá þegar Guðni var komin í fyrirgjafarstöðinu að svona áræðnar hlaupin inn á teginn og sérstaklega inn á nærstöngina þannig að hún geta komið boltan fyrir framann markur frakkana því að mér fannst svæðið opið þar. Heldur betur. Það er Sakina Karchaoui sem að kemur inn á leikmaður Paris Saint-Germain. Reynslu mikill leikmaður með 86 landsleiki. Toletti og Maisri koma út af. Og hérna Sakina Karchaoui með boltan. Lítil og alveg öskufljót Karchaoui. Á foreldra frá Marokko. Ndogala. Jean-François. Katoto. Glódís eldir Katoto út allt. Svo að myndi hlaupa út af vellinu og þá myndi Glódís fylginni þangað líklega líka.
Karolína sem að vinna boltan. Vel gert hjá Karolínu. Góð laust þarna í íslenska liðinu. Boltinn á Söndru Maríu. Sendingin bara svo laus frá Karolínu. Það vantaði bara aðeins meiri kraft í þessa sendingu. Kartsjái. Kartsjái fyrir bara í skotið og Cecilia ver það. Gerir þetta vel. Þá tvöföld breyting í vændum hjá íslenska liðinu og þar það annars vegar Berghildur Rós Ágústsdóttir og sömuleiðis í fyrsta sinn frá árinu 2020 Fanndís Friðriksdóttir sem að kemur inn á með henni. Liðsfélagar í Val að koma hér inn á síðasti leikur segi ég. Fanndís Friðriksdóttir var á Pinatar Cup 2020 10. mars. Ísland vann Úkraínu 1-0. Karolína Lea og Hlín Eiríksdóttir koma út af í þeirra stað. Já, feikilega gaman að sjá Fanndísi. Mallard sett ekki fyrir og frábærlega varði á Cecilíu en þetta enda með marki. Sandy Baltimore, skiptingin nýbúin að þessi stað, innkast, innföld snerting inn fyrir og vel klárað hjá Baltimore í annarri tilraun. Já, aftur einhvern veginn erum við pínu sofandi þegar að franska liðið á fast leikadri en hvort okkar leikmenn voru einhvern veginn komin í stöður var erfitt að greina hérna svona í fljótu bragði en frakkarnir refsa heldur betur. Mjög tæft á að vera rangstaða sýndist manni svona við fyrstu sýn. Þessi sending inn fyrir á Mallard. En enga síður vel klárað eftir fína vörslu hjá Cecilíu og fylgir Baltimore eftir af harðfylgi. Kartsjái komið mjög öflug inn hérna Kartsjái. Fimmtán mínútur eftir að venjulegum leiktíma. Nú hefur Ísland engu að tapa. Sendingin fyrir og Berglind potar þessu bolta út af. Noregur leiðir ennþá 1-0 úti í Sviss. Það eru þá núna 4 stigum undan okkur. Frakkland með fullt hús stiga, 18 stig. Langbesta lið í þessum riðli. Markatöluna 13-2. Hérna sjáum við. Er þetta rangstaða, Markatöluna? Já, þetta er allavega ansi tæft. Það verður að segjast. Leita allavega þannig út á þessum myndum. Já, var þetta ekki Mallard þarna? Jó, sendingin kemur frá Katoto, sýnist mér. En það er Berglind að fá gult spjald. Mér fannst það þegar Mallard var komin það innarlega þegar sendingin á sér stað. Ef þetta reynist úrslitamarkið þá væri það svekkjandi. Já, heldur betur og einhvern veginn á þessum tímapunkti í leiknum mér fannst við vera svona byrjuðum þungt í seinni hálfleik, eðlilega vorum kannski aðeins átt okkur á vindinum og hvað við værum að fá svona í andlit á okkur en vorum að vinna okkur aftur inn í leikinn en svo einhvern veginn kemur þetta mark upp úr innkasti á Frakklands og hérna við einhvern veginn að gera tvöfalda skiptingu þannig að já, þetta er svolítið súrt. Já, þetta er það. En það er ekki spurt á því
góð lið þau refsa og þau refsa oft hart. Já, þetta ekki náttúrulega í fyrsta sinn í þessum leik sem að franska liðið hefur náð að gera okkur grikk eftir fast leikadriði, innkast, horn eða eitthvað slíkt. Þess að við Ndongala liggur hér eftir. Frakkland er þá yfir 70% með boltan, búin að taka 12 skotar á 6 á markið. Verið nóg að gera hjá Sesselí í þessum leik og eru með rétt rúmlega þrefalt fleiri sendingar heldur en við heppnaðar í þessum leik. Baltimore. Ingibjörg sparkar hana bara út af. Karchaoui. Katoto leggur hann út með Ndongala og svo skotið frá Mallard sem að fer í varnarmann út af Guðni þarna áður en að boltinn fer út af 8. hornspyrna Frakkana. Karchaoui sendi ekki fyrir og þá er það 9. hornspyrnan. Engin rangstaða. Karchaoui fær hérna mikinn tíma og 10. hornspyrnan síðan. 3 horn hérna með stuttu millibili. Skotið kemur vantanlega fyrir. Kemur hérna hárið við tegin, sérstaklega á ekki í neinum vandræðum með þetta. Ingibjörg. 10 mínútur eftir af venjulegum leiktíma hér á Laugardalsvelli. Vígsluleik Niagarasins sem að Frakkland leiðir 1-0 eftir mark frá Sandy Baltimore. 2 breytingar til viðbótar hjá frökkunum. Kelly Gago og sömuleiðis Clara Matteo. Það er markaskorarinn sem er tekin út af og sömuleiðis Marie Antoinette Katoto sem hafði hægt sig í dag. Það er í algjöru gjörgæslu hjá Ingibjörgu og Glótsi. Það er ekki úr miklu að móða. Þetta tekur þetta bara tilbaka á Guðrunu, fer hann aftur, kemur svona boltan fyrir og þessi bolti leitar aftur inn í teig. Berglind eins og með skot yfir markið. Já, það var ágætis útfærsla á þessu innkasti hjá Svindísi. Hún tók hann stutt og kom með hann svo langur inn í teig og Berglind óöfum með skoti þarna er í ágætis stöðu til að koma boltanum á markið. Mallard
leggur boltan fyrir sig, kemur hann síðan út í teginn, en þarna hittir Klara Matteo bara ekki boltan. Og það Fanndís boltan. Sendingin aftur fyrir of nálægt Pierrot Magnin. Dani. Matteo Klódís til varnar. Matteo gerir hins vegar vel, nær að snúa hann af sér þarna. Klódís aftur mætt og setur boltan í Matteo út af. Já, frábær 1-1 varnarleikur aftur þarna hjá Klódís Perlu. Hér skot í hliðanetið. Ísland áfram í smá vandræðum í uppspilinu. Gengur erfiðlega. Hér, Kartjái. Sparka boltan bara frá sig þarna, Greski Jóró. Fanndís. Kartjái. Ndongala. Og hér sendingin inn fyrir og einn gegn Cecilíu Rán, engin rangstaða og Frakkar gera hér út leikinn. Þegar minna en 6 mínútur eftir. Greski Jóró nýkominn inn á og skorar hér annað mark Frakka. Já, var þetta ekki Matteo sem að lét boltan fara hann í gegnum klófa á sér og gerir það snilldarlega. Algjörlega frábærlega gert og þetta er það sem Frakkarnir búi yfir, svo opaslegur svona tækni og góðum leikskilning og þarna er bara Glódís situr bara eftir og þær klára þetta feikilega vel. Kemur Glódís þarna út úr vörninni og vel klárað hjá Greski Jóró. Yfirburði Frakka hérna í seinni hálfleik í raun verið línu líkastir. Já, þeir hafa verið miklir. Það kom svona 10-15 minna kafli miðjan seinni hálfleik sem að mér fannst við þó vera ógnaði örlítið og spilnaðist frá og finna taktinn eins og við vorum með hann í fyrri hálfleiknum en síðan fáum við þetta mark á okkur og þetta núna í kjölfarið og þá er þetta orðið ansi mikil brekka. Svendís skallar hann út til hliðar. Berglind. Það er leiðmannum inn fyrir á Söndru Maríu og hér er aukaspyrna dæmt á stór hættulegum stað og Ndongala að því virðist á leiðinni í svörtu bókina hjá dómaranum dettur þarna eiginlega á Söndru Maríu. Já, Sandra María klók þarna, feikilega sterk og stígur fram fyrir Ndongala og sækir þessu aukaspyrnu vel og þetta getur verið ágætisfæri fyrir okkar leikmenn að nýta. Spurning hver tekur þessa aukaspyrnu? Það er mjög áhugavert. Vanlega væri þetta Karolína Lea. Spurning hver það verður. Sýnist Sveindís standa yfir boltanum. Já. Nokkuð örugg. Hér áttur sér síðan það skipting. Sædís
Rún Heiðarsdóttir að koma inn á hjá íslenska liðinu fyrir Guðnýju Árnadóttur. Þórdís Perla og Fanndís Friðriksdóttir standa sömuleiðis þarna. Þessi varnarveggur fær náttúrulega klárlega ekki að standa þarna. Þannig að færa sig töluvert aftar. Þéttur 5 manna veggur. Get ekki betur séðan að Glódís sé mögulega að fara að taka þetta. Bara þruma þessu á markið. Það er Glódís sem að gera það. Bolti vel fram á markinu. Hitt hann svona aðeins utan á, kemur þetta svona slæs fyrir þá sem er í gólfinu. Ingibjörg Sigurðardóttir að stíga út, Mallard og dæmt aukaspyrna. Ein mínúta eftir af venjulegum leiktíma hér. Anton Gala. Sendi ekki fram á þau bara beint út af. Sædís, Guðrún. Fjórar mínútur til viðbótar. Svo kom minna hér í byrjun leiks að það var síðasti sigurleikur Íslands gegn Póllandi 16. júlí. Síðan þá er þetta 10. leikurinn í röð þar sem að Ísland tekst ekki að vinna andstæðing sinn. Hversu mikil áhrif hefur þetta, Margrét Lára, að ná ekki að ýta sigrinum yfir línuna? Ég myndi halda að það hefði nú alveg áhrif þar sem að þessi leikur snýst það svolítið að vinna leiki og fá stig. Frammistaðan hefur auðvitað verið mjög vaxandi fyrst mér á þessu ári og þessi gluggi hér og seinasti landsliðsgluggi bara frammistaðan nokkuð góð. Við erum að fá færin eins og í þessum leik en við erum einhvern veginn ekki að ná að nýta þau nægilega vel þannig að þau fara að telja fyrir okkur. Þar að segja stigalega séð og við vitum það alveg hvað býður okkar það lokakeppni í EM og þá telja ekki frammistaðarnar heldur niðurstaðan og fara í formi marka og stiga. Ísland í riðli með Finnlandi, Sviss og Noregi. Leika 2. júlí gegn Finnlandi, svo 7. júlí gegn Sviss og 10. júlí gegn Noregi.
Ísland þarf að finna einhverjar leiðir til þess að finna einhvers konar sigurformúlu fyrir þessa leiki. Möguleikarnir á því að komast áfram eru allavega miklir. Fínn riðill fyrir íslenska liðið. Hafsbyrnan sem endar í hliðanetinu. 2 mínútur liðnar af þessum 4 mínútna uppbótartíma. Hér liggur Selma Batja eftir. Settist niður þarna. Og svo er henni bara að fara út af. Það er eitthvað að. Eitthvað í náran virðist vera þannig að Frakkar klára þennan leik manni færri. Kartjái dansar hér með boltan fyrir framan þétta íslenska vörn. Ndongala. Sandra Maria. Setur hérna bolta í Ndongala og út af. Hildur sparkar þessum fram á við. Boltinn út af í innkast. Sendingin inn fyrir hann. Hér er Malar dæmt rangstæð. Og hér flautar Emanuel Rústa til loka þessa leiks. Ísland fer í gegnum þjóðadeildina án þess að vinna leik og er á leiðinni í umspill áframhaldandi veru í þjóðadeildinni því að Noregur er að vinna Sviss í Sviss. En lokatölur hér af Laugardalsvellinum eru Ísland 0, Frakkland 2. Margrét Lára Viðarsdóttir og Gunnar Birgisson þakka fyrir sig. Ég minni á það að stofan þar sem að þessi leikur verður gerður upp ásamt viðtölum og fleiru það mun færast yfir á RÚV 2. Þannig ég hveti ykkur til þess að missa ekki af því. Ísland þarf heldur betur að taka á stóru sinnum ætlið þess hér að fara áfram úr riðlinum á EM í Sviss. Þar er fyrsti leikur 2. júlí. En Ísland tapar hér 0-2 gegn Frökkum. Gunnar Birgisson og Margrét Lára Viðarsdóttir þakka fyrir sig. Betra með Pepsi Max. Lífið er til þess að njóta þess. Sjóvá. Tryggjum fleiri gæðastundir. Reik spólar fram úr henni. Sveindís kemur hérna inn á teiginn. Sveindís núna með dauðafæri fyrir hans. Áfram Ísland. Hvar sem er í heiminum. Icelandair. Nothing cracks like Magnum. Thick, cracking chocolate, velvety vanilla ice cream. Magnum, true to pleasure. Stígandi unaður Malteser súkkulaði á léttan máta. Vandað og ódýrt iðnaðarhúsnæði stutt frá Reykjavík, Príma fasteignir. Gæðavottaðir gluggar og hurðir á sanngjörnu verði, skanva.is. Þú færð allt fyrir pílukastara hjá Ping Pong. 3 hótel, 1 staðall, frábær þjónusta og þægindi, Strakta. Úrval hátíða í Fjallabyggð í júní, fjallabyggð.is. Netusmjörskvísa, orkupoki og mangosneiðar, Háberg hittir beint í mark.
Sumar tilboð á sólarrafhlöðum fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is, sérfræðingar í rafgeymum. Útiflísadagar í Álfaborg, útiflísar fyrir íslenskar aðstæður, Álfaborg. Pottur og sána fyrir þau allra kröfuhörðustu, Normex, Auðbrekku 6. EM kvenna í fótbolta hefst 2. júlí á RÚV. Reik spólar fram úr henni, Sveindís kemur hérna inn á teginn, Sveindís núna með dauðafæri fyrir hann sem komar fyrir. Áfram Ísland, hvar sem í heiminum. Icelandair. Lífið til þess að njóta þess. Sjóvá, tryggjum fleiri gæðastundir. Já, Ísland tapar 2-0 gegn Frakklandi í síðasta leiksunum í þessum riðli í þjóðadeildinni. Endum í 3. sæti eftir að Noregur hafði betur gegn Sviss 1-0. Áður en við komum dýbra í þetta þá fáum við bara strax viðbröðu neðan af velli. Mér skilst að Edda Sif sé búin að grípa Fanndísi Friðriksdóttur. Þarf ég að vera meira? Gjörðu svo vel. Já, þakka að kærlega fyrir. Fanndís, 2-0 tap, hver svona, bara þín fyrstu viðbröð eftir þennan leik? Bara svekkjandi, svona í ljós þess að þetta voru svona hálfgerð klaufamörk, við bara